sem umræða málefni Kjalarness. Og þá tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fyrstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það aldrei sem er þaulsetinn í pontunni hér í kvöld. Ætla þó ekki að gera út af ykkur, vona að gera ekki út af sjálfa mig. Ég orðinn nokkuð þurr í kverkunum af því að tala allt þetta malbik og dekkjakurl. Skál fyrir því. En já, við erum komin sem sagt að málefnum Kjalarness. Umræða sem efnt til að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallar vinna og hluti af ákveðinni hringferð okkar Reykjavík þar sem við ætlum að fjalla öll hverfi. Ég bara verið ánægður með umræðuna fram að þessu og held að sé bara gott fyrir okkur borgarfulltrúa að ræða eins málefni hvers hverfis fyrir sig, setja fókus á Kjalarness í þetta sinn, þó að auðvitað við séum á öllum fundum þegar við ræðum þjónustu borgarinnar séu þá leið að tala jafnframt öll hverfi borgarinnar. Nú, mínir félagar sögðu við mig fyrir helgina þegar við ákváðum að taka þessu umræðu að setja mig nú örugglega vel inn í öll mál á nesinu, á Kjalarnessinu fyrir umræðuna hér í dag. Þannig að ég notaði tækifæri helgina og tók mig til og las Kjalnesingasögu, held í 3. sinn. 1000 ára gömul heimild eða eitthvað slíkt sko og þannig að ég bara nokkuð vel inn í öllum málum en vil hvetja alla borgarfulltrúa til að lesa þessa góðu bók. Það auðvitað frábært að við skulum eiga heila sögu sem gerist þá innan núverandi lögsagnarumdæmis Reykjavíkur. Mjög góð saga, ber Kjalnesingum yfirleitt gott vitni, menn verða þarna reynda miklu róinir á tíma en svo sættast allir í lokin. Þetta stundum eins og hér í borgarstjórn, menn geta hittna mjög í hamsi á fundum en yfirleitt endar þetta nú svo að menn geta nú klappa hver öðrum á baki í lokfundar og drukkið saman kaffi og fengið sér kleinu sem betur fer. Kjalnesingasaga var svolítið þannig líka og er með mikil tengsl við Reykjavík, Korpúlfsstaði og Elliðavatn og Ingólfur Arnarson og allt þetta við hans fólk. Þannig að hvet þess að lesa hana sýnir líka að Kjalnesingar gott og sáttfúst fólk, seinþreytt til vandræða, en þegar það er búið að reyta það til reiði, þá þarf maður líka að gæta sín, fara vel að þeim og svo kemur fram í sögunni töluverð fjölkynngi á Kjalarnesi. En þetta eins og menn vita, þetta hefur verið hluti af Reykjavík í núna bráðum 20 ár eftir sameiningu á sínum tíma og þá urðu við Reykvíkingar hluti af stór Kjalarnessvæðinu eins og Kjalnesingar segja gjarnan þegar maður hittir þá og það alltaf gott að koma þarna. Við í skóla- og frístundaráði heldum þarna fundi í síðustu viku í Kleibergsskóla, góðan fund og maður fær gjarnan þar ábendingar, ég óska eftir ábendingum svona inn í umræðina. Maður fær gjarnan þar ábendingar að Kjalarness vilji gleymast í umræðinni í borginni, hverfi borgarinnar, bæði vegna fjarlægðar og sérstöðu. Upplýsingastreymi mætti vera betra, segir fólk, og þurfa að bæta það í báðar áttir. Það er almenn ánægja með grunnskólan, leikskólan og frístundarmiðstöðina sem og íþróttaaðstöðuna, mikil ánægja með þjónustu bókabílsins. Nú aðalstofnunin þarna skólastofnunin Kleibergsskóli með 130 nemendur. Á sínum tíma var ákveðið að sameina grunnskólan, frístundaheimili og íþróttamiðstöðina ásamt sundlauginni undir sama stjórnanda og samrekstur gengur bara vel eftir því sem ég kemst næst og fólk hefur þó svolítið áhyggjur af starfsmannahaldi sundlaugarinnar þar sem alla jafnan bara einn starfsmaður á vakt sem undanþága frá öryggisreglunni.
og það hefur verið óskað eftir að sundlaug verið bætt. Það hefur verið bætt í köldum potti við sundlaug og málefni laugarinnar skoðuð. Það hafi verið ákveðin endurbætur sem hefur kannski mátt takast betur. Þá hefur líka verið óskað eftir fleiri leiktækjum við grunnskólann og leikskólann og betur við hæfi þeirra aldurshópa sem þar eru og ABBA-róla sér til dæmis vel þegin. Það er mjög dæmigert þessi vandamál víða í borginni að það er kvartað yfir allt of lítið fé farið til endurnýjunar leiktækja við skóla og grunnskóla. Stundum sko hverfi leiktækin, jafnvel leiktæki sem kannski þarf bara lítilega að laga við, þau hverfi og kom ekki aftur. Mjög skrítið. En mikil ánægð með skólastarfið þarna og á sínum tíma var leikskólinn ekki sameinaður. Það eru 49 börn núna í leikskólanum að Kleibergi og það var horfið frá þeirri hugmynd á sínum tíma að taka leikskólan með í sameininguna sem var gerð upp á Holtinu, það er sem sagt í grunnskólanum og frístundaheimilinu í Íþróttamiðstöðinni. Og það var ákveðið að sameina rekstur leikskólana á Kjalarnesi og Staðarhverfi undir nafninu Bakkaberg. Það er talið að sú sameining hafi ekki tekist til skildi enda mjög langt landfræðilega á milli þessara skóla og það er því til skoðunar að aðskilja rekstur þeirra tveggja að nýju. Og það er til skoðunar að sameina þá leikskólareksturinn að Kleiberg skóla þannig að þessar tvær einingar sem saman telja þá 180 manns gætu þá verið undir stjórn eins öflugs skólastjórnanda, að sjálfsögðu þetta með faglegan stjórnanda líka þá leikskólamegin en það er semst að skoða þetta og kannski óþarf að spá fyrir hvað verði úr. En þetta er kjörið tækifæri til breytinga og það er í gangi nefnd sem er að skoða þessi mál og þess var gætt í skipan þessari nefndar að tilnefna fulltrúa held í allra hagsmunaaðila þannig að það er bara ánægð með störf þessar nefndar og hún á vonandi eftir að skila góðri niðurstöðu. Ég vil heldur ekki láta hjá líða að koma á framfæri þökkum til hverfisráðs Kjalarness. Það er ánægjulegt að heyra að fólk á Nesinu er mjög ánægt með þeirra störf. Þarna er Sigríður Pétursdóttir formaður sem er einstaklega ljúfur og úrræðagóður einstaklingur, leyfi ég mér að segja. Ég hef haft kynni af henni í störfum annars staðar. Og þarna eru líka Hafsteinn Númansson og Guðfinna Ármannsdóttir og Eldey Huld Jónsdóttir og Ólafur Þór Sóuga. Er ekki Jónabjörg Sætran líka í hverfisráðinu? Jú, alveg rétt. Ég vil bara þakka þessu hverfisráði fyrir. Það virðist verið mjög góðan tengslu við íbúana og berjast vel fyrir þeirra hönd. Þau mál sem maður fær kannski oftast ábendingar eru almenningssamgöngunar sem margir vilja bæta. Margir vilja sjá að þarna sé ferð að minnsta kosti á klukkustundafresti þó ekki væri milli Kjalarness og Mósesbæjar. Áramótin bættust við 3 ferðir til viðbótar því sem var fyrir í formi pöntunarþjónustu með svipuðu fyrirkomulag og þekkist í Mosfellsdal og ýmsir telja að það mætti kynna þessi þjónustu betur af hálfu borgarinnar eða strætó og það er líka fundið að því að það sé ekki strætó þjónusta frá strætó við íbúa við Brautarholtsveg og þar sé 2-3 km vegakafli sem fólk þurfa að ganga í öllum veðrum til að ná strætó við Esjuskála. Og íbúar þessar staðis á Kjalarnesi er í kringum 100 í mann rétt. Ljósleiðaramál, ég hef aðeins skoðað þetta á vettvangi Orkuveitunnar. Það hefur ítrekað verið óskað eftir því að ljósleiðari verði lagður að lögbýlum á Kjalarnesi sem og að Arnarholti og þetta mál er í skoðun hjá borginni og Orkuveitunni, þar sé að Gagnaveitu Reykjavíkur og innanríkisráðuneyti líka en það kemur til greina að slík lagning verði einhverju leyti gerð með stuðningi ríkisins og þarna er mikilvægt að þetta er nú betra ef staðgengill borgarstjóra væri hér að hlusta á okkur því að hann á sjálfsagt að taka niður punkta frá þessum fundum, taka niður ábendingar og vona þá bara einhver annar fulltrúi meirihlutans geri það en staðgengill borgarstjóra rauninni situr hér í salnum sem embættismaður og á að hlusta þær umræður sem hér fara fram og koma málum áfram sem hér er bent á en vonandi ekki að standa takja eftir þess en þarna sést mikilvægt að verði gott samstarf á milli borgarinnar og Orkuveitunnar og innanríkisráðuneytisins til þess að það sé hægt að stuðla því að ljósleiðari komist inn fyrst í þessi hús á Kjalarnesi. Ég vil taka það fram að það er mikil ánægja með áhaldahúsið.
áhaldahúsið á Kjalarnesi eða Hverfisstöðina og mér finnst alltaf, ég er búinn að heyra þetta árum saman, það er mikil ánægja, mér finnst gaman að heyra það. Þarna þessi stöð virðist virka mjög vel og ég velti fyrir mér, af hverju tekur fólk alltaf fram að sé ánægt, maður fær stundum kvartanir á öðrum hverfum borgarinnar yfir það að Hverfisstöðina sé ekki að virka. Og hvað er í gangi þar? Jú, þar er starfsfólk sem ég held að búið hérna í hverfinu, það er með tiltölulega lítið hverfi, viðráðanlegt verkefni, boðleiðir eru stuttar, metnaðarfullt starfsfólk og það er mikil ánægja með bara hvernig Hverfisstöðin stendur sig í snjómokstri og umhirðu hverfisins á sumrin. Og sennilega eina hverfið í Reykjavík þar sem að fær bara það sem fólk af fyrrabragði tekur að framviðmann, Kjalnesingar, hvað Hverfisstöðin þeirra standi sig vel og ráði vel við verkefnið og geri jafnvel eitthvað sko ekstra. Þá má ég kannski tala það að þessi stöð leggir sig ekstra mikið fram fyrir íbúa hverfisins. Þarna tekið á móti garðaúrgangi yfir sumarið og mikil ánægja með það. Íbúar sakna þess að hafa ekki móttökustöð, finnst langt að aka langa leið á endurvinnslustöð í Mosfellsbæ eftir þjóðveginum og í þeirri þungu umferð sem þar er jafnan. Það er flöskumóttaka í áhaldahúsinu, 2-3 klukkustundir einu sinni í viku. Það hefur verið rætt að leggja hana niður en íbúar vilja það ekki, þeir vilja að það veri betur kynnt. Það er verið að vinna við hreinsistöð þarna, það er ekki vita hvernig hún verið tilbúin, íbúar hafa óskað eftir svörum við því. Það er mikið malarvegi, svona gamaldags sveitavegi þarna upp á Kjalarnesi í dreifbýlinu, til dæmis Esjuvegur og svo vegurinn frá Esjumýlum á Öllum. Það er kvartað yfir því að þarna sé bara heflað einu sinni ári, þar að segja upphæð yfir sumars, en mun betri þjónusta sé víða í öðrum sveitum landsins. Íbúar séu jafnvel sjálfur að fara með hjólbörur og skóflur til að fylla upp í hólur. Það er nú ekki alveg orðið þannig hérna í Reykjavík hérna í þéttbýlinu, hérna í bænum. Og þarna er óskir að hefla verið að minnsta okkur til 4 sinnum á ári. Mikill áhugi er á að laða yfir í hjólreiðastígur frá Kjalarnesi í Mosfellsbæinn. Þeir sem vilja hjóla í Mosfellsbæ núna þurfa að hjóla á þjóðveginum sem er náttúrulega stórhættulegur eða á reiðstíg sem þarna er og hentar auðvitað ekki. Það er einn róluvöllur í hverfinu, talað að mætti vera annars slíkur eða sá sem verið bættur verulega og síðan er mál sem snertir vegslóða sem var lagður 2011 svo vinnuvélar getur aðtapnað sig við lagningu skolplagnarinnar. Slóðin eru mjög grófu efni og mikil óprýði af honum og svo er ekið eftir honum sem á ekki að gera af einkabílum og íbúar þarna vilja láta slóðan hverfa en vilja að gjarna verið lagður göngustígur með fram sjávarsíðunni þarna í staðinn eins og er komið í flestum öðrum hverfum borgarinnar. Skógræktarmál, ég vil bara þakka, fekk ekki ábendingu það, ég vil bara þakka Skógræktarfélagi Kjalnesinga fyrir sitt góða starf. Í Kjalnesingasögu kemur fram að það hafi verið mjög mikill skógur á Kjalarnesi og þarna má tvímælalaust auka skógrækt og ekki síst í Esjuhlíðum. Það myndi draga úr stormum þarna á Kjalarnesi og meira segja Reykjavík líka því að þeir stormar sem herja á okkur eiga oft geta átt uppruna sinn í Esjunni. Sundabraut er mikið áhugamál Kjalnesinga. Þeir og rauninni málatar landsmanna en Kjalnesingar hvetja mig til þess að það verði sem fyrst tekin ákvörðun það í borgarstjórn að styðja það að verði farið í Sundabraut og þrýsta ríki það og það er margt sem bendir til þess að þessi arðbær leið og einkaaðilar eru að skoða það en þarna held ég að þetta fluttum við sjálfstæðismenn tillögu fyrir nokkrum mánuðum og við teljum að það sé mjög mikilvægt að það komið þarna skýrir viljayfirlýsingar fyrst á borginu það að við viljum fara í Sundabraut. Nú það er kvartað yfir því að það er engin merkt gangbraut í Grundarhverfi. Það vanti og kvartað yfir skorti á aðreinum og fráreinum sem séu það sé ekki nógu vel gengi frá þeim á kafla frá Grundarhverfi niður í Mosfellssveit sem er svolítið hættulegu vegakafli hafi verið gerð framhjálaup þar sem hægt sé að fara hægra megin framhjá bíl sem stoppa til að þeirra veg. Þessi framhjálaup séu þó stutt og geti verið stór hættuleg vegna lélegra merkinga. Þannig að það má bæta þarna merkingar og svo líka minnst að það að Brautarholtsvegur, hann sé illa farinn, jafnvel ónýtur. Þannig að það er sennilega eitt malbiksviðhaldi sem við þurfum að fara í. Og hann sé jafnvel orðinn ónýtur og þurfum bara endurnýja hann. Og síðan er það mál sem verður að fjalla og það snýr að Já, ég var bara að skoða hérna Brautarholtsveg að sem sagt það stendur til að leggja göngustíg með fram Brautarholtsvegi
og sem mjög þarft í að það stórhættulegt fyrir gangandi vegfarendur að vera þarna á ferð á til dæmis í myrkri. Og það stendur til, en það sagt að meðfram þeirri framkvæmd það sé ekkert hægt að bíða lengur með því að laga veginn. Það verði helst að laga veginn algjörlega, leggja veginn aftur eða malbiksyfirlag á Brautarholtsveginn samhliða göngustígagerðinni sem löngu komin tími á. Síðan það málefni Arnarholt sem svolítið svona nýtt mál í umræðinni á Kjalarnesi, en hefur vakið mikla athygli og hefur verið fjallað það í fjölmiðlum. Að fyrir skömmu þá var ákveðið að hýsa hælisleitendur í Arnarholti og það eru mjög skiptar skoðanir það meðal íbúanna hvort að það sé heppilegt. Þarna munu vera, held ég, 50-60 hælisleitendur, allt karlmenn að því sagt á aldrinum 20 til 40 ára. Og ég hef verið spurður á því, það verið að fullyrða að hælisleitendur þarna að fjölga og séu 50-60 núna. Það standi til að fjölga þarna upp í 120 og síðan jafnvel upp í 200 manns. Og það segir sig alveg sjálft að slík fjölgun, ef að henni verður, hún mun hafa töluverð áhrif á þetta samfélag sem þarna er. Við erum að tala um að í Grundarhverfi, á Kjalarnesinu öllu eru 906 manns, 530 í Grundarhverfi og 376 í dreifbýlinu. Þannig að þarna er að tala um 530 manna hverfi sem þarna rétt hjá Arnarholti og þegar það eru komið það með 50-60 manns þá er þetta orðið alveg, þá er þetta 10% af mannfjöldanum í byggðinni og hefur mikil áhrif nú þegar. Þetta hefur komið í fjölmiðla og hefur óheppilegt. Þetta er orðið að hitamáli á nesinu. Fólk kvartar yfir því að koma hælisleitandana í Arnarholt hafi komið íbúum algjörlega í opna skjöldu og það hafi gripið sig hræðsla meðal einhverja íbúa vegna framkomi þeirra og háttalags. Hælisleitendur hafi aðgang að íþróttamiðstöðinni og kvartað hefur verið því að í einhverjum tilfellum hafi átt erfitt með að fara fyrirmælum starfsfólks. Það kom fram áðan að þarna íþróttamiðstöðinni er starfsmaður á vakt sem getur ekki fylgst alltaf með öllu bæði íþróttahúsi og sundlaug. Og það hefur komið fram í fjölmiðlum að sumt fólk er jafnvel orðið hrætt við að senda börnin sín, sérstaklega telpur í sund eða íþróttamiðstöðinni eða jafnvel í strætó. Og það er spurt hvað borgin ætlar að gera. Þarna komum við náttúrulega einu verkefninu sem er samvinnuverkefni ríkis og borgar. Á síðasta kjörtímabili þá samþykkti þáverandi meirihluti að óska sérstaklega eftir því að fá hælisleitendur til Reykjavíkur. Þeir hafðu það bara verið hýstir held ég utan Reykjavíkur, mest í Reykjanesbæ held ég. En það var óskað sérstaklega til að fá hælisleitendur til Reykjavíkur. Við sjálfstæðismenn samþykktum ekki þá tillögu og bentum á að það þyrfti að gera svo margt. Við þyrftum að undirbúa það mjög vel og ræða það mjög vel, með hvaða hætti við ætlum að taka á móti hælisleitendum, skoða hvernig þetta hefði gengið á öðrum þjóðum, skoða hvernig þyrfti að standa móttökunni þannig að það yrði sem minnst vandamál. Og það var ekki hlustað okkur þá, það var bara til að gerð í gegn að óska eftir því að Reykjavíkurborg beinlínis óska eftir því að taka á móti hælisleitendum og við höfum það bara sjálfsög vonað að það er gert með góðum hætti. En þarna gæti verið komið upp tilvik, dæmi það, þar sem koma fjölmenns hóps í lítið samfélag hefur ekki verið undirbúin nægilega vel. Það getur orkað tvímælis að blanda saman slíkum hópi í slíkt samfélag. Nú er ég ekki að kveða neitt dóma yfir framkomu einstaklinga þarna þessum hópi, en við vitum að hræðslan er fyrir hendi. Málið hefur rætt í hverju stað í Kjalarnes, hópur íbúa hefur krafist þess að það verði haldinn opinn fundur málið og mér skilst að hann sé í undirbúningi, væntanlega með þátttöku þá fulltrúa ríkisins. En ég held að sé mjög mikilvægt að við bregðumst svolítið vel við í borginni og sannfærum íbúana á Kjalarnesi það að við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja öryggi þeirra í öllum skilningi og þar á ég líka, ég er ekki að halda því fram að neitt hafi gerst, en
Ég hef fengið símtöl og ég hef fengið tölvupósta og ég hef ekki sinna lögregluskýrslunni þannig að geta fullera neitt, en hins vegar við vitum að þó að sé ekki annað en að sé ótti fyrir hendi. Það þarf bara að vera ótti fyrir hendi sem dugir til þess að við þurfum að grípa í taumana og grípa til eitthvað aðgerða til þess að draga úr þessum ótta og sannfæra fólk að það sé öruggt. Ef ótti fólks ástæðulaus, ég ætla ekki að fullnægja ástæðulaus, en ef ótti fólks ástæðulaus, þá þurfum við að grípa til aðgerða til þess að sýna fólkinu fram á að það sé engin ástæða til að óttast. En svo þetta bara spurning, heppilegt að hafa þetta stóran hóp og jafnvel stærri hóp í svo litlu samfélagi? Væri heppilegra að breyta þessu og velta því líka fyrir sér. Við erum þarna með minnsta hverfi í borginni, þarna mjög lítið framboð á afþreyingu, þarna er sundlaug. Hælisleitendur með ekki vinna sem er kannski óheppilegt í sjálfu sér. Ég held að það vantar vinnuafl á Íslandi. Ég er viss að þessir hælisleitendur, þeir myndu allir miklu frekar vilja vera í vinnu og gera þannig gagn heldur en að vera iðjulausir eða geta ekki unnið og það auðvitað getur skapað vandamál. Þannig að við þurfum að eiga hér hreinskilnislega umræðu þessi mál og koma þessum málum bara í gott lag sem það öllum fyrir bestu, bæði hælisleitendunum sem við viljum auðvitað hjálpa, en líka Kjalnesingum sem búa þarna. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Jóna Björg Sætra næst á mælendaskrá. Heyrðu, afsakið. Þá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir óska eftir því að veita andsvæði ræðu borgarfulltrúans. Ég held þú værir að vilja fara á mælendaskrá. Afsakið þetta, gjör svo vel. Ips. Heyrðu, kæri forseti, þetta auðveldlega fyrirgefið og elskulegur borgarfulltrúar. Mér langar bara að koma upp rétt til þess að ræða varðandi Arnarholt. Ég var ekki með neina undirbúna ræðu hið ágæta hverfi Kjalarness sem ég reyndar þekki ágætlega sjálf. Dvaldist þar bara heilmikið á yngri árum og tíndi fallega steina í Esjunni og nautist að vera á þessum dásamlega stað. En hins vegar varðandi Arnarholt og hælisleitendur þá finnst mér mikilvægt að það komi hér fram að þeir hælisleitendur sem eru í Arnarholti eru ekki á vegum Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg hefur ekki komið að neinu marki eða ekki að neinn hátt nálægt því að þar eru staðsettir hælisleitendur. Reykjavíkurborg tók að sér að taka á móti þjónustu við 90 hælisleitendur og við erum að gera það. Þeir eru staðsettir við söður borgina í húsnæði og við erum að þjónusta þá. Þeir hælisleitendur sem eru á Arnarholti eru á vegum ríkisins. Þeir eru þar. Það eru fleiri hælisleitendur á vegum ríkisins eflaust í Reykjavíkurborg einhvers staðar. Við erum í rauninni að reyna að kortleggja þetta inn á velferðarsviði, að vera að kortleggja þetta og hvar fólkið er og hvernig samtalið á að vera á milli ríkis og borgar eða ríkis og sveitafélags þegar svona stóri hópar koma inn. Við erum náttúrulega bara, þetta er frekar nýtt fyrir okkur, við höfum ekki áður fengið svona mikið af hælisleitendum bara fyrir okkur Íslandinga. Þannig að ég held að það sé rosalega mikilvægt að við vöndum okkur mjög þegar við tölum þetta og reynum að tala sem minnst í við og þið. Við erum öll fólk. Þarna komið fullt af fólki í vanda, þeim líður eflaust ekki mörgum líður eflaust ekki vel. En mér finnst mjög mikilvægt að við ruglum þessu ekki saman. Þeim sem við tökum á móti, hælisleitendur, flóttamenn er svo annað og hælisleitendur á vegum ríkisins er enn annað. Það er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góða borgarfulltrúar, ég vil bara þakka Heiðu Björgu Hilmisdóttur fyrir góðar ábendingar. Þetta er svolítið flókið. Ég held að almenningur átti sig ekki alveg á því hvað er ríkis og hvað er borgarinnar í þessum málum og ég stundum átta mig ekki á því heldur. Ég hef bara með sömu málefni, þó þau séu skilgreind hjá ríkinu, þá vil ég samt líta á þau sem svona samstarfsverkefni ríkis og borgar. Og ég held að við getum litið á móttöku flóttamanna sem slíkt. Þetta
já, þessi hópur ábyrgð ríkisins en mér finnst bara að ef hann í okkar sveitarfélagi þá komumst við ekki hjá því að líta svo á að hann sé að einhverju leyti á okkar ábyrgð líka sem stjórnvalds í sveitarfélaginu. Hvernig svo sem hópurinn, 90 manna hópurinn sem skilgreindur í okkur sem inn í borginni eða þessi hópur sem þarna. Og við náttúrulega undirgengumst ákveðna ábyrgð á sínu tíma þegar, eins og ég rifjaði hér upp, þegar það var samið síðasta kjörtímabili að beinlíst að sækjast eftir því að fá hælisleitendur til borgarinnar. Það var bara ákveðin sem var tekin. En þá þurfum við auðvitað, eins og borgarfulltrúinn sagði, við þurfum að vanda okkur eins og við getum þegar við tökum á móti þeim, þegar við tölum um þessi mál. Og ég veit ekki hvað hælisleitendur eru margir allt í borginni, en ég tel að við hljótum að líta svo á að sem stjórnvald í borginni og ábyrgð borgaryfirvöld þá reynum við að koma til móts við allan hópinn, hvort sem hann skilgreindur formlega á vegum ríkisins eða borgarinnar. Ef þarna hópur sem skilgreindur formlega á vegum ríkisins er þetta upp á litlu samfélagi á Kjalarnesi, þá finnst mér að við getum ekki einhvern veginn frí okkur ábyrgð að satt þessi á vegum ríkisins. Við hljótum að taka þátt í því með ríkinu að leysa vandamálið ef það til staðar. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, gott að þetta upplýst. Það þannig að við vitum í rauninni ekki hversu margir hælisleitendur eru í Reykjavík. Það ekki skylda ríkisins að upplýsa okkur það, en það hins vegar eitthvað sem ég sammála borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni að það gæti verið betra að við vissum. Við buðum fram aðstoð okkar við að taka á móti 90 hælisleitendum og við erum að þjónusta þá. Þeir fá hjá okkur húsnæði og þeir fá hjá okkur félagsráðgjöf og við borgum það og síðan rukkum við ríkið, því það alltaf ríkið sem ber ábyrgð á málaflokknum. Með þetta fólk þá það ríkið alfarið sem þjónustar þau og við vitum ekki hvar þau eru. Ég algjörlega sammála því að það auðvitað, þarna eru komið inn á alls konar hluti eins og bara rétt fólks til að tilheyra sveitarfélagi eða rétt fólks til að fá að taka þátt í samfélagi þó það sé að bíða úrlausn sinna mála og minnst bara margt í þessu sem mjög vert að ræða. En ábyrgðin þarna ríkisins og en ábyrgð okkar náttúrulega því að þessi búandi í Arnarholti og þessi gott samfélag auðvitað líka til staðar. En ég held bara, þarna bara eitt af því sem við þurfum að vinna í samráði við ríkið en við þurfum samt að hafa á hreinu hver ber ábyrgð á hverju. Þá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá hefur einnig borgarfulltrúi Sabine Leskop óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Gjör svo vel. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon minnir hér á Kjalnesingasögu, sem sagt innflytjendur fyrir tíma sem að ég vissum hefði haft mjög gott að aðeins fá fræðslu hvernig maður fer með konur sem þær reyndu nú á leiðinni til Íslands. En að málinu þótt borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir hefur bent á að við erum að tala hérna mjög mismunandi hópa, þá rugla hann aftur þessum hópum saman í einn graut. Ég veit ekki til þess að Reykjavíkurborg hefur óskað eftir því að fá að Útlendingastofnun hýsir hælisleitendur á þeirra vegum hér í borginni. Það hins vegar alveg örugglega rétt að það sé okkar skylda að fylgjast með og hefja þetta samtal við Útlendingastofnun að ferlið eins og það núna kerfi og hvernig það fyrirkomið ekki í lagi. Sérstaklega þarna á Arnarholtinu, það sem var gefið út í byrjun víst að það því eitthvað rosalega dagskrá fyrir þetta fólk sem ekkert hefur orðið úrst, þannig að fólk það ekkert að vera, það virðist vera engin þjónustu, engin umönnun. Ég mótmæli alfarið samt að borgarfulltrúinn tala hér 8 sem fyrir hendi en ýtir undir það. Með því að tala það að það þurfi að tryggja öryggi þótt hann segir sama setningu að ekkert hefur gerst. Þannig í staðan fyrir að koma kannski með einhverja tillögur eða hugmyndir hvernig við getum verið að styðjast við jákvætt sambúð þarna á Kjalarnesi.
Það borgarfulltrúi Sabine Leskop, lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góða borgarfulltrúar, finnst nú leiðrétt ef orð mín hafa valdið einhverju misskilningi, hvað þá að það var kannski viljandi verið að mistúlka eða rangtúlka orð mín. Ég kann nú ekki við það ef það í gangi, sko. En fyrst það bara hvort að Reykjavík hefði sóst eftir því að fá hælisleitendur, þá var gerð slík samþykkt á síðasta kjörtímabili. Ég held að þið ekki að rifja þau upp, það væri bara margra manna vitorðið hér. Sennilega auðvelt að finna það bara í fundargerðinum. En þetta að ýta undir ótta, að ég sé sakar það að ýta undir ótta, ég verð að segja það, ég kann ekki við þær traktíðingar hér að vera sakar slíkt. Ég hef ekki ýtt undir einn ótta, hins vegar hef ég fengið ábendingar, ég hef fengið símtöl og ég hef fengið tölvupósta sem ég gæti lesið upp hér en kýs auðvitað að gera það ekki. Og ég taldi rétt að því fólk leitaði til mín og óskaði eftir því að þetta tekið inn í umræðuna málefni hverfisins, vegna þetta væri það málefni sem brynni heitast á íbúum þessa stundina, Kjalnesingum. Ég vildi ekki hundsa þær óskir. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúinn ekki við skýna að gera það, hefði átt að gera það. En ég sagði frá því að það væri ótti, en ég sagði líka, og ég fullyrti ekkert hefði gerst. Ég sagði að það væri ótti til staðar, ég ætla ekki að gerast dómar í því máli. Ég ætla ekki að dæma hvort að þeir atburðir sem mér er sagt að hafi gerst þarna, hvort að ég við rökkastyðjast eða ekki. Ég ekki í því hlutverki, en hins vegar það ljóst að það ótti, og ég tók sérstaklega fram að ef að sá ótti ástæðulaus, þá hljótum við að einhenda okkur í það að leiða íbúinu fyrir sjónir að það sé ekkert óttast. En það ótti til staðar og við eigum ekki að stinga höfðinu í sandinn, heldur að ótti slæmt ástand og við eigum að takast á við það ástand og reyna að eyða þeim ótta. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að svara ansvari og þá telst ansvörum lokið og þá komið borgarfulltrúi Jónu Björg Sætran. Forseti borgarstjórnar og ágæta borgarstjórn. Það vill svo til að ég sat í mannréttindaráði þar til fyrir ekki svo mjög lengur síðan og þar lærði ég nú eitt. Ég lærði ekki eitt, ég lærði ýmislegt og það var mjög gaman að vera í mannréttindaráði undir dyggri stjórn Lífar Magnúsdóttur, borgarfulltrúa. Þar var talað það að nú skildi ekki talað hælisleitendur, heldur skildi við talað fólk sem var að leita að alþjóðlegri vernd. Og ég veit að þetta hefur verið margítrekað að þetta væri réttara orðalag. Þannig að ég legg til að við reynum að temja okkur það. Ég verði eiginlega að gjörbreyta því sem ég ætlaði að tala hérna. Ég ætlaði að enda því að tala Arnarholt og þau málefni. En ég held að ég verði bara að byrja á Öfu og Menda og byrja á þeim og enda á öðru. Ég er svo heppin að ég sit í hverfisráði Kjalarness. Og ég veit að það eru margir núna upp á Kjalarnesi að hlýða á þessa umræðu hér í kvöld. Ég er líka svo heppin að ég hef fengið að heimsækja Arnarholt. Hverfisráðinu var boðið að heimsækja staðinn fyrir nokkru og þá hittum við þar nokkra af þeim aðilum sem þar búa og það er rétt, þar búa í dag 50 karlmenn, einhleypir karlmenn á aldrinum 25 til 40-45 ára. Það er margt rétt sem hefur komið hér fram í kvöld og ég ætla ekki að endurtaka. Og þetta er afskaplega viðkvæmt mál og vandmeðfarið og ég ætla bara að biðja fólk að tala þessi mál
af virðingu fyrir öllum hlutað eigandi. Það er mjög mikilvægt að allir einstaklingar fái rétt til þess að njóta vellíðunar og lifa lífinu lifandi. Og okkur líður vel og að við finnum til mannvirðingar, að við höfum virðingu fyrir okkur sjálfum, við berum virðingu fyrir okkur sjálfum og við berum virðingu fyrir öðru fólki. Við getum lært hvert af öðru, en það versta í svona málum er ef að upplýsingum er haldið frá fólki. Og á síðasta fundi, hverfisráðsfundi upp á Kjalarnesi, og ég er ekki að brjóta neitt trúna, það er búið að ræða þetta í blöðunum, að þá mættu til okkar 30 íbúar frá Kjalarnesi. Það var ljómandi góður fundur og þar kom fram að fólkinu á Kjalarnesi, því fólki sem býr þar fyrir í samfélaginu, það skortir hreinlega bara upplýsingar. Á sama hátt skortir íbúana, þessa íbúa sem að leita alþjóðlegri vernd, ég tel að þá skorti líka upplýsingar. Upplýsingar Íslands samfélag, upplýsingar hvað það táknar að búa hér á Íslandi. Fólk sem kemur frá, hérna eru 2 menningar heimar sem að mætast og við mögum ekki gleyma því að þegar við tölum ekki tungumáli, þegar við skiljum ekki það sem sagt í kringum okkur, þá getur ýmislegt farið af stað sem að færi ekki af stað ef við getum talað saman og skilið hvert annað. Ég næstu vissu það að þið hafið öll einhvern tímann erlendis lent í þeirri aðstæðu eða þeim aðstæðum að geta ekki gert ykkur skiljanleg. Eða ég vona að þið hafið upplifað einhvern tímann því að maður hefur gott að því að upplifa það. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk fái upplýsingar, fólkið á Kjalarnesi, og það er rétt sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á hérna áðan. Það verður haldinn opinn íbúafundur núna mjög bráðlega, þar sem að Kjalarnesingum hefur verið boðið að mæta og þar muni mæta fulltrúar frá Útlendingastofnun og frá Reykjavíkurborg. Það eru margir líka á Kjalarnesi sem að hafa áhyggjur af því að þetta fólk sem að býr þarna og er að leita alþjóðlegri vernd, að það hafi ekkert við að vera. Það er náttúrulega mjög ömurlegt. Við vitum hvernig það væri fyrir okkur sjálf ef við hefðum aldrei neitt við að vera og værum strandaglópar einhvers staðar. Það er annað sem að hefur líka borið á góma og það er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, kom inn á lagningu göngustígar. Það væri verið að tala um að óska eftir að það yrði drifið í að leggja göngustíg frá meðfram Brautarholtsvegi. Þetta er 2 kílómetra leið frá Esjubergi og út á Brautarholt. Sá göngustígur myndi ná þá að Arnarholti og í dag er þetta óupplýst gata og það er eitt sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi kom ekki inn á en veit vafalaust, hefur bara gleymt að minnast á það, að það er eitt sem að veldur töluverðum erfiðleikum varðandi það að það sé hægt að leggja þennan göngustíg. Þetta er 2 kílómetra langur göngustígur en það eru 10 metrar sem að má ekki leggja göngustíginn á. Og styrrin stendur 10 metra sem er í einkaeign. Og það er verið að reyna að vinna úr þeim málum. Að þetta mál hefur gert það verkum að það hefur dregist svo mjög að leggja þennan göngustíg. Á meðan er ekki neitt göngustígur þarna og ekki upplýst, að þá er fólk að ganga, ekki bara þeir aðilar sem búa út í Arnarholti, heldur líka aðrir sem að búa þarna meðfram veginum, að ganga þessa leið í myrkri og rigningu og roki, sem er bara alls ekki nógu gott. En út í Arnarholti búa fleiri heldur en aðilar sem að leita að alþjóðlegri vernd. Þarna búa fjölskyldur með börn sem eru í Klébergsskóla og eru sótt
á morgnana með skólabílnum á Kleibergsskóla. Þar eru engin börn sem eru á leikskólaaldri en þar eru líka kornabörn og svo þar fyrir utan fólk sem hefur fengið að dvelja þarna á meðan þeir að ná sér eftir einhverja erfiðleika í lífinu. Þannig að þetta svona blandað samfélag sem komið þarna, mjög sérstakt samfélag sem við ættum að sjá sóma okkar í að hjálpast öll við að gera blómlegra og hjálpast við það að þetta mál fái farsæla meðferð og lausn hver sem hún verður. En nú langar mig til þess að spóla tilbaka og tala aðeins Esjumela. En það það fyrsta sem blasir við okkur sem komum hérðan úr hinum hlutanum af Reykjavík sem hérna megin við Mosó og erum að keyra upp á Kjalarnes, að fljótlega eftir að þið komið í gegnum Mosfellsbæ, að þá blasir við ykkur á hægri hönd stórt iðnaðarsvæði, nefnast Esjumelar. Og fyrir nokkru var stór og mikill íbúafundur upp á Kjalarnesi, opinn íbúafundur með fulltrúum frá umhverfis- og skipulagsráði, þar sem var verið að kynna nýtt skipulag á svæðinu og þá að fara að stækka þetta svæði. Og mér langar til þess að fá lesa hérna með leyfi forseta eitt af markmiðunum úr hluta af gögnum umhverfis- og skipulagssviðs, en þar stendur með leyfi forseta: markmiðið með stækkun svæði Esjumela meðal annars að mynda heilsteypt atvinnusvæði úr lóðum af mismunandi stærðum og gerðum undir atvinnustarfsemi sem uppfyllir ströngustu kröfur mengunarvarnir. Tilvitnun lýkur. Og ástæðan fyrir því að ég geri þetta hér umræðuefni að þetta mikið hitamál líka upp á Kjalarnesi. Vegna þess að fólki finnst, það kom greinilega fram á þessum fundi, að fólki finnst eins og það hafi ekki alveg allar upplýsingarnar á hreinu. Það hafi ekki verið leitað til íbúa svæðisins þegar það var verið að endurskipuleggja þetta svæði og oft það nú þannig að fólk sem búið að búa þarna í áratugi á einhverju ákveðnu svæði sem á svo að fara að endurskipuleggja, að það veit kannski ýmislegt sem að það gæti, gæti frætt borgarfulltrúna þegar væri verið að skipuleggja svæðið. Og gestirnir sem komið þarna á fundi, þeir voru líka að benda okkur á það að það sé fullt af iðnaðarhúsnæði þarna þar sem ekki búið að ganga almennilega frá lóðunum. Og ein af ástæðunum fyrir því sú að þegar þær lóðir voru seldar fyrir mörgum árum síðan, þá fylgdu engar kvaðir lóðunum. Þannig að þeir sem voru að kaupa sér þarna lóðir til að vera með iðnaðarhúsnæði, þeir voru ekki bundnir að neinum skildum við að gera snyrtilegt í kringum lóðirnar eða á lóðunum sjálfum. Þannig að núna hafi safnast þarna talsvert mikið af svona hlutum sem hafa bara safnast upp og líka talsverðum sóðaskap og ég held að það væri þarft að við sem erum hér skoðum hvernig væri hægt að koma því til leiðar að þarna væri bara þrifið. Ef þeir sem eru þarna með rekstur hafi ekki aðstöðu eða getu eða vilja til þess að gera þarna fínt að það verður þá bara gert á þeirra kostnaða hvernig sem það hægt að sjá til þess að þetta verði gert. Nú þarf ég líklega að fara að passa upp á tíman því að það á ég mig þar í 20. Nú þetta svona. Og síðan hérna í markmiðinu sem ég las hérna upp fyrir ykkur áðan, þá kom að atvinnustarfsemin sem þarna ætti að koma ætti að uppfylla ströngustu kröfur mengunarvarnir. En þarna á fundinu kom fram að íbúar á svæðinu, þeir hafa nefnilega miklar áhyggjur af því að vatn á svæðinu á ákveðnum stöðum sé farið að mengast út frá þessari atvinnustarfsemi sem þarna núna.
og fólk með áhyggjur af lífríkinu meðal annars í fjörunni í Kollafirði. Þetta leiði þarna á milli. Þannig að það mörgur sem þarf að gæta í þessum málum. Ég ætla nú ekki að fara að endurtaka mikið af því sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði hér áðan. Hann talaði mikið og talaði hratt, þannig að hann komst yfir heilmikið af því sem ég ætlaði að koma inn á líka. En hann talaði hverfisstöðina og var að tala hvað það væri vel rutt. Og ég ætla ekki að draga úr því. En það eitt sem dálítið óheppilegt og það ef að snjóruðningstækið sem á að vera staðsett upp á Kjalarnesi og vera fyrir ESU-grundirnar og hverfið þarna í kring, ef að það sent hingað í Reykjavík 101 til þess að moka göturnar í 101, eins og mér skilst að hafi verið núna í gær eða fyrradag, samkvæmt gögnum sem ég sá á netinu, ég veit ekki hvort ég hafi lesið rétt. En allavega þarf að tryggja að þarna sé þá snjóruðningstæki fyrir hverfið að þessi ekki verið að fara með á milli. Vissulega þetta Reykjavík, hvort tveggja, og eðlilegt að sé lánað á milli hverfa, en þetta svolítið erfitt þegar það svona. Þetta svolítið spölur á milli. Nú, það ansi vindasamt eins og ég held bara við öll þekkjum upp á Kjalarnesi. Og meðfram Esjumelónum þá hafið þið sem þar akið stundum vafalítið tekið eftir því að þar eru trjágreinar eða tré, en það eru óskir að þarna verði bætt mikið við til dæmis af öspum til þess að mynda gott skjólbelti, og það myndi líka breyta ásýndinni vegna þess að þetta nú ekkert beint fögur sjón. Þú ert að aka þjóðveginn að horfa upp á þetta innarsvæði sem misvel við haldið. Varðandi sundlaugina sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon talaði og talaði að það væri bara einn starfsmaður, að núna eru aðstæður orðnar þannig að það verður eiginlega að koma þarna annar starfsmaður og það karlkyns starfsmaður. Aðstæður í dag á Kjalarnesi eru þannig að það nauðsynlegt að hafa þarna karlmann í starfi líka. Varðandi Klébergsskólann, hann kom inn á það að talaði aðeins Klébergsskólann og bókabílinn, að það væri góður, fólk væri ánægt með bókabílinn, og á síðasta fundi skóla- og frístundaráðs sem við vorum með upp í Klébergsskóla, eða hvort það var næst síðasta fundi líklega var það, að þá bar ég upp tillögu að skóla- og frístundaráð kannaði með hvaða hætti væri hægt að auka við bókasafnsþjónustu við fólkið á Kjalarnesi með því að bókasafnið í skólanum yrði opnað meira fyrir almenning. Þetta var í raun og veru svona samkrullstillaga, samstarfstillaga frá mér og fulltrúum sem höfðu rætt þetta við mig sem búa þarna á Kjalarnesi og í hverfisráðinu. Varðandi skólamálin, að þá verði ég að tala ljósleiðaramálin vegna þess að utar á Kjalarnesi, ekki bara í Arnarholti, heldur líka annar staðar þarna utar á Kjalarnesi, búa nemendur sem eru í framhaldsskólum. Framhaldsskóla sem í Mosó eða Mosfellsbæ eða hérna á öðrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. En þessir krakkar, þetta unga fólk, það á erfitt með að taka til dæmis heimapróf vegna þess og sem fá ekki leyfi til þess út af þessum ljósleiðaramálum, út af netsambandinu. Netsambandi svo stópult. Þannig að þetta mál sem ég veit að við viljum öll að allir Reykvíkingar hafi gott aðgengi að netinu. Og varðandi strætisvagnamálin, að þá má ég til með að tala mjög góða þjónustu sem fólki á Kjalarnesi mjög þakklátt fyrir, að Strætó bætti við
vegna óska frá hverfisráðinu og fleirum, að í stað þess að væri bætt við fastri ferð, að þá kom það skipulag til að það væri hægt að panta ferð, það væri pantuð ferð með klukkutíma fyrirvara. Þannig að nemandi sem að býr þarna upp frá þarf að sækja tíma niður í Mosfellsbæ á öðrum tíma heldur en strætisvagnin að ganga, og þetta fyrirfram ákveðnum tímum, að ef að það einhver nemandi, einn eða fleiri, þá er hægt að hringja í ákveðið númer og panta þarna ferð á milli. Þetta er algjörlega frábært. Þannig að það eru ýmsar lausnir, það er stundum að hugsa út fyrir þetta venjulega. Varðandi leikskólann, Kjartan Magnússon borgarfulltrúi talaði leikskólann líka og talaði hvað það þyrfti að gera fyrir lóðina. Ég má til með að tala eitt sem að ég veit að við Skúli Magnússon borgarfulltrúi tókum bæði eftir þegar við vorum þarna í heimsókn, og það eru skipatalningar unga fólksins. Þannig að ég hvergi sé það í leikskóla að þar á einni deildinni með útsýni út að sjónum, að þar var búið að setja upp talningablað. Krakkarnir fylgjast með skipaferðum og þau þekkja skipin og þau telja skemmtiferðaskipin. Þannig að þetta kemur alveg nýr vinkill þarna inn hjá þeim. En þarna upp á Kjalarnesi, þarna er bara mjög blómlegt menningarlíf. Það er mikið að vera þarna, mikil félagsleg starfsemi og fólki er mjög samheldið. Mikil þáttaka í félagsstarfseminu þarna. Þetta er svona líkt á smærri sveitafélagi út á landi sem maður myndi segja, en þetta er jú í Reykjavík. Og mjög gott að koma þarna. Ég held ég láti þetta duga núna í bili og vil að lokum bara óska okkur þess að við getum unnið allt saman að farsælum lausnum á þeim málum og verkefnum, skulum kalla þetta verkefni sem við fáum upp í hendurnar, því saman getum við gert svo margt til góðra verka. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið máli sínu og þá er borgarstjórinn lestur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er búið að koma inn á margt hér og ég ætla nú svona að allavega einhverju marki reyna að forðast tvítekningar, þó að það muni nú örugglega ekki alveg takast. En ég ætla að byrja því að fara aðeins yfir að því að það verið að nefna hérna skipulagsmálin og Esjumelana sem er auðvitað athafnasvæði sem er þarna í raun og veru milli Mosfellsbæjar og Kjalarnes, er þarna í raun og veru og Kollafjörðurinn er þarna náttúrulega. En þar hefur skipulag verið í vinnslu í töluverðan tíma og þar er verið að stækka athafnasvæði Esjumelana við Vesturlandsveginn og gert ráð fyrir fjölbreyttu framboði athafnalóða af mismunandi stærðum og gerðum, og þetta er í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur samþykkt hér sem gildi 2030. Nú heildarstærð þessa skipulagssvæðis er 85 hektarar og eru að bætast við 50 nýjar lóðir núna samkvæmt skipulaginu. Tillagan hefur verið kynnt í umhverfis- og skipulagsráði og þar var samþykkt að kynna hana fyrir hagsmunaaðilum. Það var haldinn fundur 17. febrúar síðastliðinn og verið að vinna úr ábendingum og athugasemdum sem komu fram á þeim fundi. Uppfærð tillaga ætti því að komast fyrir umhverfis- og skipulagsráð og í kynningarferli svona upp úr páskum. Og þetta fer auðvitað bara í hefðbundið kynningarferli þannig að fólk hefur tækifæri til að koma með hverjar þær athugasemdir sem það kann að telja að þurfa að koma með á þetta.
Það hefur eins og Jóna Björg Sætran borgarfulltrúi kom inn á verið gagnrýnt þarna að varðandi núverandi svæði og þá starfsemi sem nú á Esjummelum að það ákveðin svona sem mætti kalla umhverfis sóðaskapur þarna á ákveðnu lóðum og þau úrræði sem að borgin já, það raunverulega gagnrýnt að borgin beiti eða hafi ekki þau úrræði sem þarf til þess að krefjast eða lagfæring á þessu og það eru margir sem að vilja meina þarna af Kjalnesingum og þeim sem eru reyndar með starfsemi á Esjumelum að það þyrfti að taka taka á núverandi svæði skulum við segja áður en að farið í frekari lóðaúthlutanir og uppbyggingu og framkvæmdir við stækkun svæðisins með nýju skipulagi og eins nefndi borgarfulltrúin Jóna Björg Sætran að það er mikið ákall gróðursetningu meðfram Vesturlandsveginum sem að myndu þetta bæði fegra ásýndina og skýla og nýtast auðvitað öllum borgarbúum því aukinn skógrækt á þessu svæði hefur leitt til bætts veðurfars hér í borginni. En það er auðvitað alveg ljóst að við þurfum að herða skrúfurnar varðandi frágang á lóðum þarna upp frá og rétt að taka inn kvaðir í nýju skipulagi þar sem að við gerðum í raun og veru betur fyrir svona trassaskap og einlega sóðaskap á lóðum. Við getum eiginlega ekki liðið það að þetta sé með þessum hætti. Það er annað skipulag þarna sem varðandi Vík en þar hefur nýtt og breytt skipulag tekið gildi og þar var verið að sú breyting fól í sér auki byggingamagn á lóð og færslu á byggingareit umhverfis núverandi hús þannig að unnt sé að byggja við það og stækka. Þessar byggingar sem þarna eru hýsa starfsemi meðferðarstofnunar SÁÁ en þessi starfsemi hefur vaxið mjög hratt undanfarin ár og mikil þörf á fjölgun rýma. Á Vík sem sagt veitt eftirmeðferð og svona félagslega aðstoð aðalega fyrir karlmenn en nú er verið ákveðið að færa aðra starfsemi á landinu alla til Víkur meðal annars það sem hefur verið á Staðarfelli ef ég skilda rétt í Dölum og það er nú hugsað til hagræðingar og svona þróunar á eftirmeðferð SÁÁ. En í tengslum við þessa breytingu þá er þörf á stækkun á núverandi meðferðarstöð og fjölgun visteininga og breytingu á núverandi herbyggjum úr 2 manna í einstaklingsrými. Þessi hús sem að þarna standa voru byggð 1991 og það er heimilt að byggja þarna allt að 3 hæðir og kjallara, nýtt hús, eða að hámarki 5.000 fermetra. Hámarksbyggingamagn á lóðinni fyrir breytingunum var 3.850 fermetrar. Þannig að þetta er nú talsvert mál þarna. Síðan er kannski rétt að nefna aðeins sem hefur verið svona, það hefur nú verið aðeins umdeilt varðandi skipulag á Melavöllum en þar var deiliskipulagi breytt sumarið 2015 og það tók gildi í nóvember það skipulag en í þeirri breytingu fólst að það var gerður nýr byggingareitur þar fyrir alifuglahús. Svæðið er skilgreint sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi og nú eru innan svæðisins íbúðarhús og 3 sambyggð alifuglahús auk 3 stakra alifuglahúsa.
og samanlögð stærð þessara alifuglahúsa fyrir breytingu eru 7000 fermetrar og það heimilt með skipulagsbreytinguna að byggja 1 til viðbótar, þannig að í heildina verði þarna 7 hús ef ég telli þetta rétt. En það matfugl sem með þessa starfsemi á lóð Melavalla og þeirra kjúklingahús eiga að uppfylla allar helstu kröfur sem eru gerðar til nýrra kjúklingahúsa í Evrópu. Og það áætlað að sé stæði fyrir 140.000 kjúklinga sem töluvert. Og það kannski rétt í þessu samhengi langar mig aðeins að nefna, þegar við erum að tala þarna landbúnað, að það nýverið farin af stað starfshópur, gríðarlega góður starfshópur mótun landbúnaðarstefnu fyrir Kjalarnes. Og markmið hópsins ef ég má með leyfi forseta að lesa aðeins úr erindisbréfi, að móta frekari stefnu landbúnað og landnýtingu á Kjalarnesi á grundvelli aðalskipulags landbúnaðarsvæði og almenna stefnu þróun Kjalarnes. Og ef ég fæ að grípa hér aðeins niður í að þá eru eftirfarandi markmið þau sem sérstaklega eru horft til, að efla ræktun og matvælaframleiðslu og skapa fjölbreytta búsetukosti á landbúnaðarsvæðum, samanber markmið jarðalaga og stuðla sjálfbærri landnýtingu í dreifbýli Reykjavíkur. Auk þess að stuðla verndun verðmætis landbúnaðarlands og að efla fjölbreytta ræktun og matvælaframleiðslu á landbúnaðarsvæðum í anda sjálfbærri þróunar. Og þarna segir meðal annars í greinargerð að hefðbundinn landbúnaður hafi verið á undanhaldi á undanförnum árum á Kjalarnesi og matvælaframleiðsla í raun og veru í auknum mæli bundin við það sem kallað þauleldi. Það svona aðeins kannski iðnaðar, meiri svona iðnaðarlandbúnaður og þar í raun og veru má segja að gæði viðkomandi landbúnaðarlands nýtist að takmarkaðara leyti heldur en með hefðbundinn landbúnaði. Það eru starfsleyfisskyld svín- og kjúklingabú á Móum, Valla og Melavöllum, Brautarholti og Sætúni og sláturhús í Saltvík. Svo segir hérna eða sem sagt hópurinn leggur áherslu á það að það verði reynt að auka vægi lífrænnar ræktunar á svæðinu og beinni tengsla framleiðanda og neytanda. Og Kjalarnes sé í raun og veru ætti að búa yfir ansi mörgum tækifærum hvað þetta varðar, því að það njótu þetta nálæðar við stærsta þéttbýlissvæði landsins. Og eftirspurn eftir lífrænt vottuðum afurðum eða því sem kallaði beint frá bíli líka, það alltaf að aukast. Og markmið með hópsins að setja skýr ákvæði ræktun og matvælaframleiðslu á landbúnaðarsvæðum og ákvæðna reglur þá matvælaframleiðslu sem starfsleyfi skyld. Í þessum hópi eru fulltrúar allra flokka og það starfa með hópnum 2 fulltrúar frá skipulagsfulltrúa heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og svo frá skrifstofu sviðsstjóra. En við bindum vonum við að þessi stefna geti svona ýtt undir fjölbreyttari landbúnað á svæðinu og það væri auðvitað mjög æskilegt að það tækist. Varðandi Arnarholt og þá ætla ég nú aðeins að byrja bara á Arnarholti svona út frá skipulagsforsendum en þar í gildi deiliskipulag sem var samþykkt 21. ágúst 2014 og tók gildi í ársbyrjun 2015 í samræmi við aðalskipulag sjálfsögðu. Þar svæðið skilgreint fyrir samfélagsþjónustu. Slík svæði eru fyrir stofnanir og fyrirtæki sem óháð eignaraðild veita almenna þjónustu við samfélagi, svo sem menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir, menningarstofnanir, félagslega stofnanir, trúarstofnanir og aðrar þjónustustofnanir ríkis og sveitarfélaga annarra aðila. Þannig að það eru sjálfu sér engar áætlanir byggingu nýrra mannvirkja þarna og einungis hugsanlegt að breyta starfsemi á
húsnæðis á svæðinu, þar að segja í gistiheimilarekstur í stað sjúkrahússtarfsemi. Þarna eru byggingar 4.900 fermetrar og þaraf fyrir að gistiheimilum 1830. Og aðeins að framkvæmdum þarna, þá er áætlað að leggja núna eins og hálfsmetra breiðan göngustíg meðfram Brautarholtsvegi frá Grundarhverfi í áttina að Arnarholti. Þetta er 1,3 km lengt þessi stígur og það standa yfir samningaumleitanir við landeigendur. Þá er fyrirhugað að endurnýja hluta þak í Klébergsskóla. Nýverið hefur verið framkvæmt þarna það sem hefur komið meðal annars úr betri hverfakosningunni. Við fólkgang voru framkvæmdar endurbætur á lóð fyrir 5,8 milljónir og varandi viðhald þá hefur verið lagað þarna við Klébergsskóla, íþróttamiðstöðina, félagsheimili fólkgang, leikskólan Berg. Þetta er 22 milljónir. Aðeins að Arnarholtsmálinu, af því að það er nú eðlilega það sem er fólki ofarlega í huga þarna eða sem sagt, eins og réttar er að segja og borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran bent á, fólk sem er í leita alþjóðlegri vernd. Þar gætti nú ákveðins misskilnings í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Hann blandaði þarna aðeins saman hlutum og það er vissulega rétt að Reykjavíkurborg og Útlendingastofnun gerðu samning athvarf fyrir hælisleitendur í Reykjavík eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Heiðu Bjargar Hilmisdóttur. En eins og kom fram þá áttaði borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sig ekki á því að þeir hælisleitendur sem eru í Arnarholti eru ekki þar á vegum Reykjavíkurborgar. Og það er í sjálfu sér alveg rétt að það á ekki að skipta svo sem öllu máli gagnvart íbúum borgarinnar á hvers vegum hælisleitendur eru. Og ég tel nú reyndar að það væri heppilegra að ríki myndi fela Reykjavíkurborg alfarið annast þá hælisleitendur sem eru í Reykjavík og því myndi fylgja fjármagn til að standa undir þeim kostnaði sem að því hlýst. En eins og kom hér fram þá gerði Reykjavíkurborg samning árið 2014 við innanríkisráðuneytið eða Útlendingastofnun þjónustu á alltaf 50 einstaklinga sem eru í leita að alþjóðlegri vernd og samningurum var svo endurnýjaður árið 2015 og nú þjónustar Reykjavíkurborg í gegnum þjónustumiðstöð miðborgar og Hlíða alltaf 90 manns. Þetta eru bæði einstaklingar og fjölskyldur. Hópurinn hann dvelur víðsvegar um borgina og fær þjónustu frá Reykjavíkurborg. Eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Heiðu Bjargar Hilmisdóttur þá hefur Reykjavíkurborg ekki verið sérstaklega upplýst það hvort að aðilar í leita alþjóðlegri vernd dvelji í borginni og séu þjónustaði beint á Útlendingastofnun. En það hefur ekki verið, það hefur ekki gerst í raun og verið áður og það er nú fyrst þegar að fjöldi einstaklinga í leita alþjóðlegri vernd hefur aukist verulega sem er farið að bera á þessu. Nú varðandi óánægju íbúanna á Kjalarnesi þá það er auðvitað mikilvægt að það komi fram að þetta var ekki gert í raun og veru með neinu leyfi eða einhverju samþykki Reykjavíkurborgar og það hefði verið æskilegra að borginni hefði verið tilkynnt að Útlendingastofnun ætlaði að koma hópnum fyrir í Arnarholti og leið og það var bárust fréttir af því að þá var óskað eftir fundi með forstjóra Útlendingastofnunar, þetta var núna í mars og fulltrúi velferðarsviðs og mannréttindaskrifstofu funduðu með forstjóranum og þar kom fram að allt að 120 manns í leita alþjóðlegri vernd dvelji nú í Reykjavík í borginni á vegum Útlendingastofnunar, auk þeirra 90 sem er í þjónustu borgarinnar. Nú við óskuðum eftir
frekara samtali við innanríkisráðuneytið eða Útlendingastofnun það með hvaða hætti þess aðilar sem dveljast í sveitarfélaginu séu þjónustaðir. Það er mikilvægt fyrir Reykjavíkurborg að vita það. Og því að við teljum að það sé mikilvægt að allir sem að hér dvelja fái sömu eða samskonar þjónustu. Og nauðsynlegt fyrir borgin að búa yfir upplýsingum alla sem dvelja í borginni á vegum stofnunarinnar. Við höfum jafnframt óskað eftir upplýsingum frá Útlendingastofnun hversu lengi Arnarholt verði nýtt fyrir einstaklinga sem eru leita alþjóðlegri vernd og óskað eftir frekara fundahaldi til að bregðast við óánægju íbúa þarna. En eins og kom fram þá hyggst hverfisráðið halda íbúafundum málið og fulltrúar Reykjavíkurborgar munu gera grein fyrir sinni hlið og aðkomu á málinu þar og ég vonast til að þarna verði jafnframt fulltrúar Útlendingastofnunar. Það hefur komið fram hér margt, það eru þarna öflug félagasamtök auðvitað á Kjalarnesinu sem hafa verið nefnd hér, Skógræktarfélag og Sögufélag og fleiri, Þróunarfélagið og sem hafa sameinast þarna undir merkjum Græns Kjalarnes sem er afskaplega gott og jákvætt framtak. Það sem er verið að gera þarna er auðvitað að leggja áherslu á að efla ímynd Kjalarnes sem útivistarsvæðis og svæðis þar sem að gott er að búa í nálægð við náttúru, bæði fjall og fjöru. Og það var nefnt hér varðandi almenningssamgöngunar en þær hafa núna stórbatnað með tilkomu þessara pöntunarþjónustu. Það er reyndar, var nú orðin nokkur bót á fyrir það og strætóleiðir þarna eru svolítið stílaðir inn á framhaldsskólanema en síðan er hægt að hringja utan þessara, það eru fáu reglulegu ferða og panta ferð með klukktíma fyrirvara og það er þá þjónustað af leigubílum. Sem er bara í besta mál. En strætóleiðirnar föstu, þær eru valdar með framhaldsskólanema í huga og önnur fyrir snemma á morgni frá Kjalarnesi og hinn frá Mosfellsbæ eftir hádegi þegar að framhaldsskólanemarnir eru á heimleið. Það á svona aðeins eftir að slípa þessa þjónustu til en spurning hvort að verður þörf á fjölga ferðum þarna í pöntunarþjónustunni. En eins og við vitum að þá er svæði þarna svona, þetta er klassískt svæði hvort að við eigum að fara, hvernig við eigum að skipuleggja almenningssamgöngur og þarna er jaðar sem er auðvitað mjög erfitt að halda uppi mjög mikilli tíðni fastra ferða og því svona mikilvægt að leita annarra leiða. Já, hann flýgur tíminn maður. Ég ætlaði aðeins að bara nefna það hér að við þurfum að skoða þessi ljósleiðaramál sem að Jóna Björg bent á. Það má þetta vel vera að það sé heppilegra, ég veit ekki hvernig er með þráðlaust samband þarna, 4G samband, það er auðvitað orðið ansi öflugt en ljósleiðaratenging á svæðinu er að einhverjum marki ábótavant þarna út í Arnarholt og þar kring. Og ég hef óskað eftir upplýsingu frá gagnaveitunni hvernig því verið háttað en þær hafa ekki borist ennþá. En það er alltaf gaman að koma á Kjalarnesið og vonandi kemst ég nú bara þangað á morgun eða hinn til þess að taka þátt í opnum íbúafundi. Takk fyrir. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Fyrirgefiði. Þá hefur Jóna Björg Sætran óskað eftir því að veita ansvar við ráðið borgarstjóra. Forseti og ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúi og staðgengill borgarstjórans, Björn Blöndal, talaði landbúnaðinn sem verður að ræðum að gera enn meira af á Kjalarnesinu og ég veit að það er mjög mikill áhugi fyrir því upp á Kjalarnesi. Það er eitt sem að mig langar að minnast á og það er ótti fólks við
það sem við skulum kalla lyktmengun. Það hefur borið töluvert á því að við ákveðna tegund af landbúnaðarrekstri eða iðnaðarrekstri, landbúnaðariðnaðarrekstri á Kjalarnesi, að þá hafi komið ansi mikil lyktmengun yfir stórt íbúasvæði. Og það þarf að huga að þeim málum. Ég tók eftir því að það var sagt að það sem að kæmi þarna ætti að vera eftir ströngustu kröfum og stöðlum, og þá þarf einmitt að hafa þetta ekki síst í huga, vegna þess að þetta virðist vera svo lúmst. Það virðist vera svo erfitt að komast fyrir þessa loftmengun eða lyktmengun, veit ég hvað, lyktmengun verður við líklega að kalla. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarstjóri andsvari. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Jú, þetta er góð ábending hjá borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran og ef ég man rétt að þá var hluti þeirra framkvæmda sem er fyrirhugað eða þegar hafnar á Melavöllum ég ætla að sé ekki einhvers konar haughús sem einmitt hugsað til þess að það verði minni lykt frá þeirri framleiðslu, eða í raun og veru þetta af úrgangi sem fellur til og þar unnið ef að mér misminnir ekki hörðum höndum að því að bæta úr þessu, og við verðum bara að vona að það takist vel. Það hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið og þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason vestur á Alþingisbrá. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vildi rétt koma hér upp stuttlega í þessa umræðu málefni Kjalarness til þess að reifa áform sem eru í pípunum inn á skóla- og frístundarsviði og tengjast skólasamfélaginu á Kjalarnesi. Það var gaman að koma á Kjalarnesi í síðustu viku. Við heldum einmitt fundi í skóla- og frístundaráði í Klébergsskóla eins og framkom í umræðinni hér að framan og fengu þá tækifæri til þess að rýna einmitt þetta sambýli sem að þarna er á svæðinu á milli Klébergsskóla sem er grunnskólinn við leikskólan Bakkaberg og síðan frístundina sem að sömuleiðis er rekin á svæðinu. Það er sem sagt í skoðun núna hvort að við gerum breytingar á rekstri leikskólans. Það voru sameinaðir 2 leikskólar í Bakkaberg árið 2010. Það var embættisákvörðun á skóla- og frístundasviði að sameina þá leikskólan Berg á Kjalarnesi og Bakka í Grafarvoginum í Staðahverfinu, og þar voru undir svona hugmyndir að reyna að rjúfa ákveðna faglega einangrun leikskólans á Kjalarnesi. Það er svona haldmanna og kom skýrt fram á fundi sem við áttum með bæði starfsfólki og íbúum í janúarmánuði. Haldmanna að þessi sameining hafi ekki heppnast eins vel og vonir stóðu til á sínum tíma, og við lögðum því fram tillögu í febrúarmánuði það að við myndum setja niður samráðsferli, sérstaka vinnu bæði á Kjalarnesinu og sömuleiðis í Staðahverfinu í Grafarvogi, þar sem við myndum rýna valkostina hvort að við ættum að stíga tilbaka, fara í annars konar uppbyggingu og eflingu á skólasamfélaginu heldur en þarna var gerð, og værum þá meðalans með það í huga að þarna er svona ansi langt á milli. Það er einni 17 kílómetrar á milli þessara 2 starfsstöða sem að falla undir leikskólan Bakkaberg. Nú, þessi vinna er í fullum gangi. Við reknum með að það komi niðurstaða eða tillaga frá þessum starfshópum í næsta mánuði, í apríl, og þarna er meðalans verið að skoða möguleika á samlegð á milli leikskólans, grunnskólans, frístundarinnar og reynda tónlistarinnar. Það er athyglisvert að þarna er eini borgarrekni tónlistarskólinn í borginni á Kjalarnesinu, og þó hann sé ekki stór þá er athyglisvert að sjá það að hvergi í borginni er hærra hlutfall barna á
á grunnskólaaldri í tónlistarnámi en einmitt á Kjalarnesi, ríflega 20%, 22,3% nánatiltekið samkvæmt nýjustu tölum, meðan að meðaltali í öðrum hverfum er svona 7–16%. En það er gaman að því að það virðist vera mikill svona stuðningur meðal íbúa og starfsfólks við það að skoða nýja samlegð í skólasamfélaginu á Kjalarnesi og byggja þá mjög öfluga einingu þarna, þar sem að samstarf á milli þessara skólastiga væri tryggt og ég gerir mig vonur að við fáum farsæla niðurstöðu í það mál sem sagt í apríl. Það er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil bara þakka fyrir góða umræðu málefni Kjalarness hérna í kvöld. Treysti því að borgarfulltrúar séu margs vísari málefni þessa merkilega hverfis í borginu okkar og við fjöllum ýmis mál sem þarf auðvitað að fylgjast með, góða hluti sem að gerast þarna. Líka hluti sem þarf að vakta og svo alls konar framfaramál sem kannski þarf að fylgjast betur með. Varðandi og borgarstjóri, staðgengill borgarstjóra kom hér með fróðleikum verklega framkvæmdir og hvað væri fyrirhugað og það var ágætis yfirlit en ég er þá að segja að varðandi Brautarholtsveginn og það er ágætt að heyra að það liggi fyrir að fara í göngustigagerðina þar en ég held að við eigum að taka ábendingar eins og fleiri ábendingar íbúa alvarlega með það þurfi að endurnýja götuna sjálfa þó að það sé erfitt með fjármagn hjá okkur því að það mælir margt með því að það sé miklu betra að fara í göngustigagerð og vegalagningu þarna samhliða í staðinn fyrir að þurfa að gera sitt í hvoru lagi ef við frestum því. Ég held að við þurfum að líta til þess. En annars þá vona ég að þetta hafi verið upplýsandi umræða, hún var það fyrir mig og gerir mig vonur að þetta verði í hverfinu og borginni til heilla. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárliði og telst umræðu lokið. Við förum í